Góðan daginn og velkomin í þátt númer 84 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handafinn Óð. Og í dag er sunnudagurinn 16. febrúar 2020, bjartur og fallegur dagur, yndislegt að vakna í morgun og heyri ekki veðrinu. Og ég hlakka til að fara út á eftir og viðra mig. Nú, það er bara allt þetta hefðbundna hjá okkur í dag. Það er klár, verk í vinnslu, á döfinni, hvað er að frétta í töskubransanum og já, blaður sem að sjálfsögðu verður í óskipulögðu blaðri hér inn á milli. En það er svo sem ekkert eftir neina að bíða annað en að skála í þessum fallega bolla frá Hekla Ísland og heitir Eggið. Þið þekkið þetta bollablæti hjá konunni. Og þá getum við hafist handa. Klárin. Ég gleymdi 2 rosa klárum í síðustu viku og svo get ég sagt frá 2 öðrum klárum sem að ég gerði síðustu jól og þar síðustu jól fyrir meistara Stephen West. Og þannig að ég get grobbað mig aðeins af þeim og ég ætla meiri segja að vera svo djörf að reyna að skeyta inn myndum, þá sem ég er að flétta aðeins á rafinu, til þess að því ég kom með annað myndvinnsluforrit í tölvuna mína sem ég get nota núna til þess að klippa og gera og græja. Og mér langar svo rosalega að fara að reyna að gera þetta eitthvað svona aðeins myndalegra en það hefur verið. Hvað er þetta? Og þannig bara afsakið þetta. Vonandi get ég bara klippt þetta út. Þetta tafs. Hérna er þetta. Nú er ég að finna þetta. Já, þannig að það eru svona eiginlega 4 óvænt klár sem eru annars vegar nýlega kláruð og hins vegar löngu kláruð. Nú og þessi nýlegu eru ekki tengd prjóni, heldur saumavélinni. Þannig að það systir mín sem er saumakonan í fjölskyldunni, hún gaf mér þetta kit í jólagjöf og í því var bara allt sem maður þurfti til í eina dúkku, en ég náttúrulega gæti ekki setið á mér og gera 2. Þú veist að því ég á nógu öðru efni sem til þess að bæta upp á. En þetta er skvísan úr orginal efninu sem fylgdi með og hún er með skott og alles og sæt kissa og ég er alveg umulig í að gera andlit og svona. Þannig að við höfum ekkert fleiri orð en það. Ég bara fór eftir leiðbeiningunum eins vel og ég gat og þetta var svona pínu maus og hér er systir hennar úr öðrum efnum, svona hluti af efnunum er öðruvísi. Og en þetta var í rauninni bara mjög fljót gert. Og þetta fer bara, þessi fer allavega fram í dótakassan hjá barnabörnunum. Þessi fær að vera, sem er á orginalstöffinu, fær að vera upp á vegg hjá mér svona. En þessi pæja fer annað, eða fram. Hvar vil ég vera? Sitt í stólnum á meðan. Nú, síðan eru hin 2 klárin sem þið hafið ekki séð. Það er pröfuprjón sem ég gerði fyrir Stephen West, sem sagt jólin og áramótin 2018-2019 og svo eiginlega svona sýnishorn núna jólin 2019 af sömu flík. Og það er extra texture peysanan sem er í þessu
skemmtilega fyrirbæri sem hann var með núna í janúar, eða frá því í desember og lauk núna í janúar minni mig. Hann gaf út sem sagt 2, 4, 6, 8, 9 uppskriftir og það kom sem sagt, á 9 vikum og það kom ein á hverjum föstudegi. Og ég gerði sem sagt The Bubble Cawl sem var ótrúlega skemmtilegt sem á forsíðunni á þessu. Athuga hvort ég geti skeytt inn hér. Og svo gerði ég extra texture peysurnar eins og ég áður sagði. Ég gerði þessa gulu sem hann að módelast í sjálfur og svo kom hann með hann að hinga jólin og fekk flottar konur til þess að skella sér í þær fyrir sig og þær voru bara truflaðar á öllum. Og svo gerði ég líka þessa ólífugrænu úr Westwool frá þeim, bæði móhörnu og ullinni og hún var sérst mediumstærðin gula large og ég bara næstu grét því ég þurfti að láta hann af hendi. Algjört æði og þetta ekki svona, sko ég ekki brjálæðislega spennt fyrir að gera mikla kaðala en þessi peysa náttúrulega lítur út fyrir að vera bara eitt stór kaðall sem hún vissulega en þetta ekki svona erfiður kaðall, þetta svona laus kaðall einhvern veginn, þannig að þetta bara flaug, ég var ótrúlega fljót með þetta og samt voru eiginlega ermannan allar með snúinni sléttri lykkju brugningin, en það var svo gaman að sjá þetta vera til og þetta á frekar grófum prjónum og bara ótrúlega falleg og klæðileg flík. Vonandi eru þið búin að sjá flíkina núna. Þetta verður eitthvað. Nú ef ekki, þá bara skelli ég myndum af þessu aftast á vídeóið og það var bara eftir hvernig þessi tilraun gengur. Þannig að þá ég loksins búin að geta sagt frá, kálið, ég var ekki búin að geta sýnt ykkur það, The Bubble Cawl og þessar 2 peysur og 2 dúkkurnar þarna, gerði ég eitthvað meira á þessu? Hvað var þetta? Gerði ég þetta? Það er bara svona, þegar maður man ekki alveg hvað maður að gera. Hvað var þetta? Nei, já, The Monsieur Plastique. Ég náttúrulega gerði þessa peysu á manni minn. Ég prjónaði hann ekki neitt. Anna Dóra vinkona mín hins vegar gerði það. Þannig að ég er búin að gera nokkur úr þessu Vestnit Vinter 19 til 20 hjá honum. Þannig að og bara mæli með þessari e-bók hann á Ravelry. Algjörlega frábært og eins og Bubble Cawlið, þetta bara snilld í afganga. Mjög skemmtilegt að gera það og fljótgert og ótrúlega djúsi og hlýtt og ég á í einmitt nákvæmlega sömu litapalettu og ég prjónaði þetta úr, þannig að who knows. Það voru alveg mín litir, sko. Og síðan, ég var næst búin að gleyma nýjasta klárinu sem ég svo sjúklega ánægð með, en það Sorel peysan sem bara geggjuð. Mér fannst það ógeðslega gaman að gera hana. Sumum finnst taka langan tíma að gera efri hlutana. Mér fannst það bara fljúga. Ég gerði þetta úr ég gerði ekki feit eins og í orginal uppskriftinni. Ég gerði bara úr, þetta liturinn Romantík frá Héraði, frá henni Ingu Rós Unnars og móher, bara hvítt móher, svona silki móher frá Drops sem ég átti til. Og svo náttúrulega sko, þetta prjónað á réttunni til þess að fá þessa fallegu fléttu og hún allan hringinn. Síðan þegar það búið og maður skilur fljótlega
bara eiginlega leið minni mig frá fyrir ermarnar, þá snýr maður henni við á röngunni og prjónar hana semst á röngunni, þannig að það er ekkert meira brugðið hérna eftir. Svo snýr henni bara við og kemur að stroffinu og gerir stroffið. Og já, eins og ég segi, ég var ekki lengi að gera hana, aðeins að bakka. Ég er með hana frekar stutt að hún réttir hérna við strengin á buxunum. Hún er, mittið á mér er hérna. Þannig að hérna, ég bara vildi ekki hafa hana of síða eða of ermalanga því að mér langar að hafa þetta sem svona innipeysu og það er svo mikið gatn hérna í ofan. Hún verður svo heitinn á bringunni þannig að ég vildi reyna að létta á restinni en ég notaði fáránlega lítið af þessu. Ég gerði 3. stærðina og ég notaði bara 2 hespur af gatninu frá henni hérna frá Héraði. Ég notaði sem sagt hérna Nei, það getur ekki verið, ég hlýt að hafa notað 3. Með að ég notaði 1200 metra, já, ég notaði 3, það hlýtur að vera. Ég bara fann bara 2 miða. Ég þarf að skoða þetta betur, ég þarf að kíkja í stasið. En hérna, já, nei, ég hef notað 3 því að ég notaði þess 1200 metra af Dropskit silkinu og þá hlýti ég að hafa notað 1200 metra af hinu sem eru þá 3 en sem að mér finnst samt mjög vel sloppið. Ég þarf að kíkja betur á þetta. Og já. Þannig að þá eru klárin komin og þetta var bara geggjað. Ég mæli innilega með þessu. Mæli líka rosa vel með að þið lesi leiðbeiningarnar áður en byrjið og fara svona gegnum öskristina. Bara svona, sérstaklega ef þetta er nýtt fyrir ykkur og sumir voru alveg bara guð, ég nenni ekki að gera þessa, maður þarf að prjóna allt brauðið, en ég var svo kærlaus, ég pældi ekki einu svona í því, svo bara las ég uppskriftina áfram þegar ég var, þú veist, að vera búið með þetta og bara, já, frábær, guð hvað ég fegin. Að var hægt að snúa henni við og prjóna þess að hins einn. Þannig að hérna, ég mæli innilega með henni og ég sé að það er fullt af fólki að gera þessa dásæm núna. Nú, verkivinnslu. Ég held að en hérna, já. Og það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að festa prjónamerki alls staðar þar sem ég er stödd í augnablikinu. Af því að það verður annars sem að næstu 2 vikur og ég hef náttúrulega áður að gera þetta til þess að bara ég viti sjálf hvar ég er stödd í lífinu. Það er svona crazy að gera. En það er hérna northeasterly því það heldur áfram að stækka. Ég held samt að ég hafi verið búin að, ég bara eiginlega nýbyrjuð á þessari rönd. En það er svona farin að koma smá teppamynd á þetta. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er svona algjört sjónvarpsprjón hjá mér núna. Ég reyna að prjóna inn bara endana strax hérna aftan. En ég ætla svo að fara yfir þá núna fljótlega áður en það verður of mikið og svona tylla þeim líka. Bara, þú veist, svo að sé hægt að hnoðast alveg viltu galið með þetta. Má sjá, líminin. Þetta er ekki að fara neitt. Þá er best að skella einhverju merki sem sést vel, kannski ekki jóla. Hérna svona gleðimerki. Svona litríkt. Þetta er frá henni Lily Nordic Stitches en hún er hægt að gera svona. Þá er ég næst þegar ég sýni ykkur þá getum við séð hvort ég sé búin að vera að gera eitthvað að viti
af því nú ég með svo mörg verkefni í gangi að það ágætt að hafa þetta til þess að fylgjast með. Síðan það Neat Ripple teppið. Ég enn alveg að kafna úr ánægju yfir að dunda mér í því og þar prjónamerki. Það ekkert komið rosa mikið síðan síðast en allur þessi skrautlegi kafli kominn. Þetta líka svolítið breiðara, þetta alveg, verður alveg vænghafið mitt þegar það verður búið að búa strekkja. Þetta nær hérna, hvort nær þetta? Þetta nær hérna bara efst á lærin á mér. Og já, ekki rosa mikið gatn eftir en það vill til að ég á nóg af mini hespum og afgangum. Það sem sagt, þetta það sem eftir Ég búið með 4, ég byrjuði á 5. Þannig að við sjáum. Það kemur þetta í hérna svona körfu sem ég gerði. Og voru næsa að því með svona prjónaskapinn í stofu og þegar barnabörnin koma það var gott að geta skutlað þessu öllu saman bara inn í það. Annars þetta allt að rúa stúi hjá mér fyrir utan. Ég líka með þetta teppi í svona. Það alltaf kafiðna því ég byrja að snýja töskur. Þannig að ég með saumalinn á tvinnakeflinu og allt út um allt. Þannig að ég að passa með þess. Höldum bara áfram í teppunum. The Burrow Blanket eftir K.F. Jones. Ég alveg að vera búið með umferðina hvaða auðlagangur þetta en það svona vex ekkert brjálæðislega hratt núna en þú veist það var aðalega því að ég setti henni í skáp og bara steinglimti því. Herðu, við erum að færa prjónamerkið á Hekleri á hérna Neat Ripple. Og það komið og setja prjónamerki á setjum hérna kökusneið. Sjáum við hvort að næsti, þá get ég líka, þá þarf, ef ég hef ekkert verið að gera í því, þá þarf ég ekkert að sýna ykkur það. Þetta líka svona, svo ég sé ekki að kæfa ykkur endalaust með að ég sé stödd á sama stað, því að ég bara man ekki neitt þegar ég með svona mikið af verkefnum í gangi og mikið að gera. Og þetta, hérna, The Burrow Blanket allt gert úr 3 fabel á 6 mm prjónastærð. Meiri teppi. Hérna bugða úr Heklbók Þóru eftir hana tinnu. Og þetta ég að gera bara úr einföldum plötulópa sem hérna ég lá hún í skúffu hjá mömmu minni. Það mikið, það líka svona vænghafsbreytt á því. Og ég þoli að nota plötulópan þennan, hann greinilega úr eldri kynslóðinni. Og ég nota 4,5 mm heklunál í það. Og þetta bara svona tekin ein rönd hér og þar. En málið var nefnilega að ég þurfti að vinna með hans upp í veðurteppinu og nú ég búin að því. Þannig að þá fer bugða að fá athygli því mér langar að láta mömmu mína þess að skýrta fyrir mömmu. Þetta garni hennar og hún komin nýtt herbyggi og gaman að fá nýtt teppi því hún liggur mikið undir teppi. Nú, meira teppi, þá það veðurteppið. Ég búið með í janúar, kláraði hann hérna í vondaveðrinu á föstudaginn. Þetta úr þvílíkum baby litum, en ég elska það samt. Og þetta á að vera, ég veit ekki hvort það verður gjöf eða hvað, en þetta hérna vintage Afghan Church Mouse uppskriftin. Nú endum hérna suma dagana, en þetta liturinn sem við frostmark og það búið að vera í marga daga bara sama innan sömu
2 gráðana og ég þarf bara að fá mig meira af þessum lit. Það er ekki mikið eftir af honum. En ég pantaði þetta frá Woolwarehouse. Af því að þegar ég var að nota prjónavélarnar mínar sem að ég er búin að selja allar nema hérna eina sem ég var gefin, það vantar það mikið í hana af aukalutum en hún er raunin bara er bara í geymslu. Það er eiginlega bara að fara til Þýskalands og kaupa það sem vantar í hana. Já, þannig að ég átti eitthvað af þessu og pantaði bara nokkra liti í viðbót. Þetta er hræódýrt þarna inn á Woolwarehouse og ég þarf eiginlega bara að hérna greinilega snara mér í að panta allavega svona einhverja ákveðna liti. Ég þarf svona að átta mig á því hvað er meðal hitinn hér við Akrafjall á hádegi næstu, hvernig það hefur verið, svona svo ég sé hvaða liti ég þarf að leggja áherslu á. En þetta er bara sjúklega mjúkt, þetta er náttúrulega hannað svona í barnaflíkur. Þetta er bara 100% premium akríl, 400 metrar í 100 grömmunum og ég er að prjóna þetta á 3,5 mm. Og eins og ég segi, ég tek hitastigið við Akrafjall klukkan 12:30 alla daga og ég er ótrúlega fljót með hverja umferð svona miðað við. Það er bara svo fáránlega gaman að gera þetta munstur. Og þetta er semst 1 mánuður, þetta er janúarmánuður og 4 dagar í febrúar. Og ég ætla að reyna í núna bara á næstu dögum að vera komin upp að deginum í dag. Eða semst, já, og reyna bara yfir fréttunum að skutla umferð dagsins í þetta. Þetta er fram í stofu líka. Þannig að það er enn eitt teppið. Ég er ekkert búin að gera í hérna From Grandma with Love teppinu einfaldlega því ég er ennþá í fílu út í dúlluna sem ég felldi vitlaust af. En þú veist, það kemur að því. Síðan er ég það er þetta með prjónamerkin. Ég bara þið verðið að afsaka þó ég sé að eyða tíma ég að setja þetta í. Ég bara ef þú veist það fyrir stundum í pirraði sjálfur mér þegar ég er alltaf að sjá það sama hjá öðrum podcasturum erlendum. Þú veist, ég man kannski hvað þau voru stödd í verkefninu og þau eru að sýna manni eitthvað sem maður var ekki búið að gerast neitt í en svo man ég ekki neitt með eigin verkefni. En svona, það var komin í teppin. Síðan, já, er ég að gera pröfuprjón fyrir mínu Philip the Knitting Expert og þetta er kallað Hugsrug Pattern og ég ætla að reyna að setja mynd á því hér. En þetta verður svolítið, þetta er eiginlega svona meira já, þetta er mjög einfalt en hún er að gefa upp alveg fáránlega marga möguleika á stærðum á og svo leis af því að hún er að reyna að fara í gegnum eins mikið af grófleika, þú veist bara alla grófleika af gatni í þetta. Ég er að vinna með 12 lykkjur á 10 cm og er með að með minni 6 mm prjóna og sem sagt maður byrjar á því að gera hérna garðaprjón og síðan er hérna skemmtilegt munsturprjón sem betur fer af því að annars var ég bara búin að henda svo út í horn. Síðan er þetta festa hlut til saman hér. Ég man ekki hvort að setja eitthvað smá svona stroff hérna á og síðan fer þetta bara hérna yfir bakið og kemur eins út hinum megin. Og þetta er svona bara hálfgert, þetta verður, þú veist, áður maður saumar þetta saman, þá er þetta bara eins og teppi. Og vinnuheitið er allavega Hugsrug á þessu.
Og ég bara þarf að sjá, já, þetta er ekki, bara afsakið, ekki alveg skemmtilegast sem ég hef gert. Og aðalega því ég er að gera svo ógeðslega margt annað sem að mér finnst meira spennandi, en ég reyni alltaf að gera ákveðið mikið. Það er ansi góður skilafrestur á þessu, þannig ég reyni að gera eitthvað ákveðið mikið á hverjum degi svo ég verði ekki bara hérna, þú veist, á síðustu dögunum alveg í keppni. Og þetta er hérna úr alveg geggjaðri ull sem að kemur úr skápmáðu minnar. Þetta er Steinbach wool, ekta skaffuvúle. Þetta er gefið upp fyrir 4,5–5 mm prjóna og það eru cirka 160 metrar í 100 grammanum og þetta er bara 100% hrein ull. Og já, ég er að nota 6 mm til þess að fá þessi fjóra á, eða 12 á hérna 10 cm, 12 leikjur. Það er ekkert gefið upp svoleiðis hérna á þessu, en þetta hérna, þegar maður er í svona verkefni sem maður ekki heldur alveg að drepast úr vinnugleði yfir, þá er líka snjallt að setja prjónamerki til þess að sjá árangurinn. Ég er með annað hérna, það er bara til þess að ég viti hvað ég gerði marga, eða þú veist, þetta þarf svo sem að geta verið hérna, ég get alveg talið garðana, en að því maður endar eins og maður byrjar. Og já, svo sem ekkert meira um það að segja. Þetta verður bara, það verður næs í ferðalögunum í sumar, í útilegunum. Eiga þetta. Nú, svo er ég að gera Triangle Gram sem er líka úr þessu margum tölu vetrar e-bók frá Stephen West. Og hérna, og ég ætla ekki að eiga sjálf af því að allt í einu kom upp í huga mér manneskja sem að myndi elska þetta. Og það er fáránlega gaman að gera þetta þegar maður er komin svona, ryþminn er komin í mann. Ég er hætt að þurfa að horfa á uppskriftina nema bara ég tjekka af svona cirka fjöldan af hérna, lykkjum á prjóni. Og það eru 3 prjónar í þessu. Þannig að hérna, og það er bara mikið þægilegra, þú veist, það er langþægilegast að hafa það þannig. Og það eru, allir litirnir eru frá Hex Dyeworks nema þessi freknótti, hann er frá Hedgehog Fibers. Og ég sagði ykkur frá því síðast hver er hvað í litunum. Og þetta er bara hérna í þessari geggjöðu tösku og þetta er líka geggjað sjónsprjón. Svo tók ég mig til og byrjaði að fela endana af því sem kom mér. Ég klippi það og svo ekkert fyrir en ég er búin að þvoða og svo les. En það er ágætt í svona verkefni að bara fela reglulega endana. Þannig að þetta er bara yndislegt verk í vinnslu. Þetta er geggjað svona afganga prjónadæmi. Og líka ef þú átt 4 fallegar hespur sem að þið langar að nota og þá er þetta bara, já, mæli algjörlega með. Setja prjónamerki hérna í bara einhvern af þessum 3-hyrningum, það er ekki svo nægið. Það er alltaf að koma prjónamerki í. Nú, og síðan ég held ég ekki búin að gera í hérna Speckling Pop síðan við sáum síðast, en ég tók það samt með til þess að setja prjónamerkið. Og bara einhvern veginn að því ég byrjaði að undirbúa töskusaum hérna inn í herbyggi, þá fór ég með allt prjónadótið fram í stofu og hérna, en sumt einhvern veginn er þess eðlis eins og þetta Speckling Pop að ég vil vera hérna inni í þessu herbyggi að prjóna það.
Þannig að ég ætla bara að skilja þessa tösku eftir hér inni af því að nú svona mesta sjabbíð búið hjá mér í sambandi við að sníða á svona. Ég á reyndar eftir að sníða sletta fóðri en það öðruvísi svona. Ég er búin að fara í gegnum alla efniskassana og það þannig að það alveg. Þannig að Specklen Pop í þessari flottu tösku frá Skjóður á Facebook. Þetta fær, já, maðurinn minn bara kominn. Þetta fær að vera hér inn í herbergi. Sem fytti ég upp á 3 nýjum peysum í gær og var að vinda upp í 4. peysuna. Nei, ég ekki með hita og ekki neitt veik á neitt hátt heldur, bara mjög ennþá mikið í peysustöðu. Ég fytti að loksins upp á haust. En það bara bókstaflega, haust eftir skeindir, bókstaflega hægt að segja, ég hafi bara fytjað upp á. Þetta myndin af henni. Kannski reyni ég að setja inn mynd. Ég sérst búið með 2 umferðar strófi. Og ég að gera þetta á Navia Duo, eins og hún gerði. Á aðal prjónastarinn hjá mér verða 4 millimetra og það í rauninni bara á kraganum, bandinu hérna og strófinu á ermanum sem maður fyrir niður prjónastar í 3,5 af því að bara hún með strófið sem þetta á bólnum sjálfum á aðal prjónastarrinni. Ég bara gera eins og hún segir. Ég er prjóna peysu eftir skeindir í fyrsta skipti. Ég er búin að gera slátt af vettlingum. En þetta eitthvað sem algjörlega heillaði mig þegar ég sá hana fyrst að brasa með það. Og það í tónlistapókanum mínum. Mjög ánægð að vera byrjuð. Svo ég byrjuð á Felix Cardigan, loksins líka. Og bara að ljúka við styttu umferðirnar. Á því byrja að myndast hérna fyrir ermunum. Þetta nú ekkert mikið til þess að segja frá, en ég byrjuð. Náum okkur í prjónamerki. Það að setja það í hausti líka. Og ég að nota frá Drop sem ég hafði ætlað mér að nota í Love Note, en ég er búin að gera 3 og ég bara ekki alveg í stöðu að vera að gera enn eina. Og þetta sérst bara karrigulur nr. 22 frá frá Drops. Og ég prjóna á 6 millimetra. Bara mjög gaman. Þannig var alltaf hægt að setja prjónamerki í haustið, en ég ætla nú samt að setja hérna eina litla sæta Maríubjöllu ef ég næ henni hérna, já, í strófið. Svona. Svo var ég að byrja á loksins. Nú man ég ekkert hvað. Jó, hérna, Alhó by Anna Joanna. Þessi hérna. Hún gerð á svona light fingering garni og mjög fingjurðum óher líka. Þannig að það svona rétt rúmlega fingering. Og ég nefndi ekki að eldastu það heldur bara átti hérna Madalyn Toss svona fade kit sem ég að nota í þetta. Ég er búin að fitja upp á 2 mjög helgulegum litum. Byrja á þessu í morgun og hérna og bara þú veist rétt að gera útaukningarnar í þessu. Ekkert hérna svo sem meira það að segja. En þetta verður svona þægileg inni peysa og ég að nota 3,75 af þessum trufluðu Addi Square prjónum og Addi Rocket. Ég er búin að fá mikið að skilaboðum hvar ég hafi fengið þessa prjóna og af því ég var á bið í fleiri vikur með að fá
Ég pantaði sérst 4 prjóna og það vantaði 2 prjónastærðirnar og ég vildi ekki fá þetta sent fyrir en þeir gátu sent mér allt í einu. Og og ég hef beðið í einhverjar 6 eða 7 vikur og þannig að ég man bara ekkert hvað fyrirtæki heitir eða neitt. En það sjálfsög ekkert skrítið því ég googlaði bara Addi Rocket eða Addi Squared eða eitthvað og skoðaði bara það sem Googlið kom með og og bara pantaði eftir því og ég klárlega eftir að panta með fleiri. En þetta er miðjan úr feitkitinu í þessu Madeleine Toss. Þetta er Copper Pink sem ég byrjaði á Copper Pink Solid sem ég byrjaði á og svo bara heitir Copper Pink, þessi sem er aðeins svona meira, aðeins dekkri. Og svo á ég þetta eru litir 3 og 4 og svo á ég 5 og 6. Ég þarf örugglega að fara í lit nr. 5 sko, en þá vindur bara það upp þegar því kemur og þegar ég er búin með munstri á þessu þá ætla ég að fara að byrja að blanda hinum við litnum. Svo var ekki eitthvað skörp skil þegar kemur að því að skipta. Síðan var ég að vinda upp í peysu sem ég er búin að vera að bíða ansi lengi eftir sem heitir The Withmore sweater og er eftir Amy Loudon hjá Taylor S Studio. Hún er búin að tröllríða öllu núna undanfarnar vikur inni á Facebook. Nei, Instagram. Ég er náttúrulega ekki með ég prentaði ekki út forsíðuna, hann myndi bara klárast blekið. Það er bara alveg heil mynd. Þannig að vonandi kemur mynd hér. Annars heitir hún bara The Withmore sweater. Og og hún er gefin upp fyrir fingering weight, sokkabandsskróleikana eins og ég kalla það alltaf, og lace sem er þá móherið, eða þá DK. Ég einhvern tímann í fyrra vor litaði svona og svo 4 hespur þessu og 3 eða 2 með svona með sömu tækni nema bara svart og var alveg með eitthvað ákveðna peysu í huga svo bara er greinlega, þú veist, og langt liðið ég man ekkert hvað átt að vera. Þannig að ég ákvað bara að ég ætla að nota þetta með hvítu móheri þá dempast aðeins niður kóralliturinn í þessu. Ég ætla að feta upp á þessu eftir og ég get ekki beðið. Og já, þannig að þetta er svona, ég er eins æst yfir henni eins og ég var yfir þessari Sorel peysu. 4 peysur, 2 sjöl og 1 svona shrug, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teppi. Já, hver er að telja? Ekki ég. Á döfinni í prjónaskap ég er náttúrulega með 174 prjónaðskriftir í körfunum minn á Ravelli. Þau veitir, bara svona eins og maður gerir. En það er ekkert í augnablikinu sem að gargar á mig. Mér langar að klára að spinna þetta sem ég sýndi ykkur daginn, gingerbread gæjana mína. Getur vel verið ég fyrir að kýla á að klára það og hafa hjólið autt þegar ég fer að byrja að sauma á fullu. Og það er sannlega það sem þú veist, sem kemur í veg fyrir að ég sé að leita ykkur nýju til þess að fara að huga að því í sambandi við prjónaskap. Nú, það er ennþá útsölualbúm inn á síðunni og það verður bara eins og það er þangað til það klárast, eða hvernig sem það er. Og svo er ég
það sést ekki en ég er búin að lækka straupari svo mikið að það hérna einhverjar 50 töskur sem ég er búin að sníða. Ég að bíða eftir meira flísilíni og rennilásum. Á eftir að sníða fóðri í slatta af þeim. Eiginlega bara allar. Það er eiginlega leiðilegast. En ég vil ekki sníða fóðri af því það er allar, þú veist, ég vil ekki sníða fóðri fyrir ég er búin að ná að strauja flísilíni á töskurnar eða svo ytra byrðið til þess að það sé passi fullkomlega og hérna og þær, ég held að sé mjög sárafáar sem eru nákvæmlega eins í laginu einfaldlega því ég bara er að nýta efnin eins og ég mögulega get en það sem ég lagði áherslu á núna að því ég hef verið mikið beðin það að gera stærri töskur, með stærra og með lengri rennilás og sumar verða alveg bara, þú veist, mjög djúpar en aðrar verða grynnri en mjög breiðar. Þannig að ég er að bíða eftir rennilásum. Ég hef verið að vinna með 45 cm og bara klippt á þeim eða það er mikið minni en það. Sko, þar eru venjulega svona 30 hjá mér, þannig að ég klipp alltaf eitthvað aðeins af. Svo pantaði ég 50 og 60 cm rennilása og er að bíða eftir þeim. Og þannig að það verður ekkert brjálæðislega margar með þessum 60 cm en það er meiri hlutin af þessu sem ég er að fara að vinna er í svona upp undir 50 cm breytinni. Og já, þannig ég er í rauninni bara að því, ég er að bíða eftir, ég nefnilega prófaði ég prófaði ný merki fyrir töskurnar í síðasta skipti sem ég saumaði og ég er ekki alveg að fíla það þannig ég fór aftur tilbaka í þessi hérna og er að bíða eftir þeim líka. En ég er búin að nota tíman vel og undirbúið þetta alveg eins mikið og ég get þannig að þegar ég verið búin að fá all efnin í hendurnar og þá bara verður go. Ég veit ekki ennþá hvort ég verði með markað þarna á prjónahátíðinni. Það bara fer hreinlega allt eftir hvað það kostar. Ég aftur á móti, eins og ég nefndi við ykkur síðustu viku, þá langar mig í sokkaprjónavél og var að veðsannast að fá upplýsingar sendingakostnað og ég held bara þegar ég var að hlaða upp síðasta vídeói þá fékk ég tölvupóst frá þeim og ég er búin að panta vél. Þannig að ég seldi prjónavélarnar mínar sem ég hef verið að nota en alls ekki nota nóg og það angraði mig að vera ekki að nýta þær og ég vissi að það var að koma að prjóna námskeiði og hugsaði mig bara gott í glóðurinnar að það geti vel verið að væri eitthvað sem að myndi vilja kaupa þær og sem væri að fara á námskeiðið og vantaði vel í það og þar fram eftir göttunum og svo ég auglýsti þær og þær bara fóru með hvelli og bara komnar í góðar hendur og ég þá kom með góðan grunn í að fjármagna hina vélina. Sokkavélina og þannig að það sem ég sel núna á töskum það fer bara beint í að fjármagna það. Ég pantaði 3 stærðir af sílindrum sem að býr, það eru þá 56 nálar á minnsta sílindrinum, 64 sem svona þetta hefðbundni grófleiki og stærð og svo 72 sem svona kannski fyrir fólk með sveirari fætur og kallmenn og líka það að eins og til dæmis 56 sílindrin, hann þýðir þá að ég get alveg verið með gagn upp í sport og DK grófleika og og þar fram eftir göttunum. Ég átti að læra betur á þetta. Ég bara er að sitja á mér af því að það er alveg 11 vikur í afhendingu
og þannig ég fer að horfa á þetta svona þegar ég er búið með töskufárið. Og ég ætla að þegar ég verð búin að komast upp á lagi með þetta, þá ætla ég að bjóða upp á þjónustu að búa til, þetta er kallað snákar eða túpur fyrir fólk úr garninu þeirra sem að vilja bara fá túpu úr garninu sínu og svo getur það sjálft sett í eftir á í setta hæl, tá og stroff. Og þetta er rosalega vinsæl þjónusta út í Bandaríkjunum og í Evrópu almennt. Þannig að ég hugsa að mér gott í glóðarinnar að það þýttir nú ekki að vera fjárfesta svona brjálæðislega og ætla bara að gera eitthvað fyrir mig og mína. Þannig að ég ætla að til þess að svona klára fjármögnunina og bara til þess að halda áfram að geta fjármagna mína garnfíkn að bjóða upp á svona þjónustu og ég hef verið að tala það við fólk og allir bara mjög spenntir og hlakka til að spreita mig á þessu. En það er eins og ég segi, það er slatti í það og þetta er sniðugt fyrirkomulag hjá þeim. Hún hefur svo, þessi sem ég er í sambandi við, hún hefur svo samband við mig þegar að vélin mín er komin á framleiðslulínuna sem hann tekur venjulega 4 vikur og hún tekkar hvernig gengur að fjármagna, það tekur svo 4 vikur að framleiða vélina sjálfa og síðan er gert ráð fyrir 2-4 vikum í að pakka og senda. Og þá spyr hún mig ertu orðin góð með fjármögnun og ef ég segi já, þá bara fer hann beint í framleiðslulínuna. Svo talar hann með mig þegar hann kemur af framleiðslulínunni og bara af því þau senda reikningin, maður borgar ekki fyrir en að þau fara að pakka vélinni til sendingar. Og ef ég segi nei, get ég beðið aðeins, þá fer ég bara ef einhver er á biðlista og er tilbúin til að borga strax, þá getur hann fengið mína vél. En ég þarf þá að bíða alveg í 4 vikur í viðbót á meðan að það vera að framleiða. En ég er svo heppin að ég er nánast, ég er komin langleiðina með að fjármagna greiðsluna úti, en svo á ég eftir að fjármagna tollinn og hluta af vélinni. Þannig að ég þarf ekkert að segja, ég þarf ekkert að fara í neina bið. Og leið og ég verð komin með nákvæmlega þá upphæð sem þarf til fyrir þau, að þá ætla ég að senda inn tölvupóst og segja, herðu, ég er með þetta núna, ef að einhver er að detta út, þá er ég til ég að grípa inn í. Og eftir því sem ég best veit, og hún sagði mér að þá eru þau bara búin að selja eina vél hingað til Íslands, svona nýja. En þetta var nú aldeilis blaður. En þetta er ástæðan fyrir því að ég er að rífa mig í gang á saumavélinni. Og já, sjáum bara hvernig það heppnast. Ég er allavega mjög spennt og töskurnar eru þá hugsaðar nokkur smærri verkefni eða stóra, eða þú veist, lópapeysurnar eða stóra peysur, teppi og allt svoleiðis. Þannig að þess vegna er þetta í gangi og þess vegna er sjálfsagt ekkert á döfinni og það datt ekkert í töskuna, í pókan. Ég keypti mér ekkert, held ég. Ef það hefur verið eitthvað, þá var það greinilega ekki eitthvað sem það hefur kannski verið eitthvað sem vantaði upp á í móher eða eitthvað. En þetta er bara rosa fjárfesting, þannig að það bara gengur allt upp það núna. Já, annars er ég bara rosa glöð að janúar tók loksins enda. Febrúar er hálfnaður, bara hvað gerðist? Hann ætlar að líða bara, þú veist, á 2 dögum eða að janúar tók 3 mánuði hjá mér. Þannig að það er annarkvort eða. En það er svona, það er nóg að gera. Mamma mín er á dvalarheimilinu Höfðaeyjar á Akranesi og var að flytjast á milli herbergja. Tengdapabbi minn fór inn á sama dvalarheimili í sömu viku, þannig að það er búið að vera allt á haus að koma þeim báðum fyrir. En það er alveg að smella. Það er bara svona smottir í eftir eins og inni hjá mömmu sem við klárum núna í vikunni. Og það voru bara rosalega fínt og fallegt inn í henni. Nú ég er að fara að vinna núna
mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag niður í Gallerí Snotru og það kemur örugglega eitthvað í pokann þá. Ég er nokkuð viss. Og og hlakka bara til að fara aðeins og gera eitthvað þar. Nú, svo verður örugglega bara nóg að gera. Ég er að vona að á meðan ég er í vinnustúsinu að restina af efninu komi til þess að ég geti haldið áfram að gera og græða töskurnar. Það er samt svolítið í rennilásuna þannig að en ég get allavega verið með þetta þá algjörlega þannig að ég er bara að fara að sauma saman þegar að rennilásarnir koma lóksins. Nú, ég held að þetta sé bara orðið ansi ágætt. Eins og ég segi, ég ætla að reyna að smella inn myndum af hinn og þessu hér og sjá hvernig mér gengur það. Nú, ef ekki, þá bara er það í restina eða ég set skilmerkilega inn fyrir neðan vídeóið eða á myndina sjálf, eða sérst á vídeóið hvað þetta heitir allt saman sem ég er að blaðra og þar fram eftir göttunum. En þannig að ég segi bara þangað til næst sem að er hvenær. Hvenær er það 16. Þá er komið mars. Sennilega 1. mars þegar ég hitti ykkur næst. 1. eða 2. mars. Það er ekkert öðruvísi. En ég þakka þá bara kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.